velkomin í framhaldsnámskynningu að námsleiðunum heilsuefling og heimilisfræði til MD og MT gráðu og hagnýta heilsueflingu viðbótardiplómu á meistarastigi. Það viðeigandi að nota myndina hér með regnhlífunum því heilsuefling upphaflega regnhlífar hugtak utan leiðir sem við getum notað til að stuðla að heilbrigði og vellíðan almennings. Við erum staðsett í deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda á menntavísindasviði og grunnstefið í deildinni hjá okkur felur í sér heilbrigði og velferð og menntun í víðum skilningi. Áherslan í gegnum allt starf deildarinnar á að styrkja einstaklinginn og ýta undir vellíðan okkar í daglegu lífi. Í þeim námsleiðum sem ég að kynna hér í dag þá erum við sérstaklega að undirbúa nemendur undir annars vegar heimilisfræðikennslu í grunnskóla og sumir okkar nemendur vinna líka í framhaldsskólanum og svo samstarf og leiðtoga hlutverk í heilsueflingu bæði innan skóla og víðar í samfélaginu. En heilsuefling og heimilisfræði. Margir þekkja auðvitað heimilisfræðina úr grunnskólanámi sínu og þar kannski ekki þessi samsetning alltaf upp á borðum en þessi tvö fög eiga svo augljósa samleið og það rauður þráður í gegnum okkar nám. Því heilsuefling, hún miðar að því að hafa áhrif á lífstíl fólks og gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður. Og það rímar algjörlega við það sem stendur í aðalnámskrá námsgreinina heimilisfræði því hún fjallar mannin, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Námsleiðirnar sem í boði, eins og áður sagði, heilsuefling og heimilisfræði. Við erum með B-nám sem sem sagt grunnnámið og svo M.Ed og MT leiðir sem ég mér kynna hér nánar á eftir og auk þess hagnýta heilsueflingu sem sem sagt eins árs diplóma á framhaldsstigi. Og ef ég byrja aðeins á að fjalla diplómuna, hvað hagnýt heilsuefling, að þá hún sem sagt viðbótarnám fyrir það sem vilja auka þekkingu sína og færni í tengslum við heilsuefling í skólum og víðar. Við höfum verkefni eins og heilsueflandi verkefni embættis landlæknis til hliðsjónar, auk þess að horfa á aðalnámskrá og fleira og við erum þarna í raun og veru að reyna að gefa tækifæri til að bæta við þessi stuttu og hagnýtu námi sem í takt við aukna áherslu á heilbrigði og velferð bæði í skólastarfi og í samfélaginu almennt. Þetta hentar einkum þeim sem hafa bakgrunn í mennta- eða heilbrigðisvísindum eða félagsvísindum en þetta getur líka verið sniðug brú til dæmis yfir í meistaranám eða fyrir þá sem vilja bæta við sér nýrri þekking og færni til dæmis kennara í námsleyfi og hefur verið sérlega vinsælt hjá þeim. Áhersla bæði í stuttu leiðin okkar, hagnýtu heilsueflingunni og svo í okkar meistaranámi á allt lífslaupið sem og umhverfi okkar. Við erum í raun og veru stöðugt að reyna að þróa og bæta okkar námskeið og vera í takt við líðandi stund en vellíðan má segja að sé svona okkar yfirhugtak. Við kennum einnig heilsulæsi lífsleikni, fæðuval og næringafræði. Matreiðsla, það náttúrulega mikill grunnur í heimilisfræðikennslunni. Svo eins og sjálfbærni og umhverfi sjónarmið vega þar sífellt stærra líka til dæmis í því sem við erum að kenna til að fara með út í skólana í heimilisfræðina og þar þá heimsmarkmiðin sjálfbæra þróun svona okkar grunnstoð og við reynum að hafa það alltaf að leiðarljósi. Heilsuefling, hreyfing, svefn, líkamsvirðing og kennslufræði líka dæmi það sem við tökum fyrir og á síðara ári í meistaranámi að þá nemendur í vettvangsnámi og nýta í raun og veru alla þessa fjölbreyttu þekkingu sem þeir við af sér gegnum námið. Við leggjum líka öflugt rannsóknarstarf okkar til grundvallar í því sem við erum að kenna. Nemendur fá tækifæri til að kynnast okkar rannsóknarstarfi, bæði í gegnum kennsluna en líka í gegnum virka þáttöku í verkefnum og í gegnum námsefnið. Hér bara nokkur dæmi af því sem við höfum verið að gera á undanförnum árum. Við vorum að ljúka stóru verkefni sem heitir Upprætt, Evrópuverkefni aukna vellíðan og seiglu ungmenna í grunnskólum. Við höfum verið með bragðlaukaþjálfun, rannsakað mat í skólamötuneytum, matarumhverfi til dæmis í tengslum við íþróttastarf, orkuskort í íþróttum,
heilsuhegðun ungra Íslendinga og svo vísindamiðlun og námsefnisgerð líka stór þáttur í því sem við gerum. Ef við horfum á kennsluhætti og hér dreg ég sérstaklega fram meistaranámið, MD og MT-námið, en að mörgu leyti eiga þó sömu atriði við diplomanámið, að þá þegar það meistaranám þá það fullt nám í 2 ár eða hlutanám yfir lengri tíma og þá þarf við að hafa í huga bara að samt halda ákveðnum takti og það reynum við alltaf að styðja við hvern nemanda og gera einstaklingsmiðaða nálgun. Við staðsett eins og áður segir á menntavísindasviði og það í Stakkahlíð en við höfum kennslu eldhús og borðstofu í Skipholti. Við bæði með staðnám og fjarnám og reynum þar að vera sveigjanleg og líka okkur að byggja upp samkomulag og aðferði sem henta nemendunum okkar. Það mikil verkefnavinna, það hópavinna og það athuganir á vettvangi og tengslin við skólastarfið mikil og þá ekki síst í gegnum vettvangsnámið. Sem dæmi samstarfsaðila Reykjavíkurborg, heilsueflandi samfélag víða land, embætti landlæknis, íþróttafélög og skólar á öllum skólastigum. Við líka með mjög gott námsumhverfi í Canvas á VF sem gerir okkur kleift að vera bæði saman í rauntímastað og fjarnámar og bjóða upp á upptökur. Þessar 2 leiðir til meistaragráðu, það að segja 120 eininga nám, að ef við horfum aðeins á munin á MT og MEd námi, sem hvort sig veitir leyfisbréf til kennslu, að þá MT-leiðin þannig að allt námið byggir á námskeiðum og svo vettvangsnámi. En MEd-leiðin, hún gefur þá meiri sérhæfingu með því að vinna lokaverkefni sem þá inn á áhugasvið eða rannsóknarsvið okkar sem að stunda rannsóknir á sviðinu. En það þá færri námskeið í staðinn. Þannig að það svona aðeins vingill hvert maður vill fara og svo náttúrulega má hafa það í huga að MEd forkrafa eða hugað að doktorsnámi síðar. Innan MT-leiðanar svo 3 mismunandi leiðir í boði, allt eftir því hvaða bakgrundi hafið og það eitthvað sem við líka yfirleitt reynum að skoða vel með hverjum og einum og finna þau námskeið sem henta. Við þurfum auðvitað líka að hafa í huga að kjarninn í kennaranámi leyfisbréfið. Og við að stuðla að almennri hæfni til uppeldis og kennslu, þáttöku í skólaþróun og uppbyggingu skólastarfs. Sérhæfingin í faggreininni mikilvæg bæði í gegnum kennslufræði og þekkingu og fagmenningu, tengingu bæði við vettvangið og það fólk sem þar að vinna. Og vettvangsnámið gefur einstaklega dýrmæta reynslu með þeirri virku þáttöku sem þar byðst. Við tökum tillit til aldurs, bæði nemendurna sem við að mennta en líka nemendurna sem þið að fara að mennta í framhaldinu og horfum á skólastigin öll. Við að vinna endurskoðun námsins ásamt nemendum og það okkur mjög mikilvægt að það að nemendur taka þátt í uppbyggingu og þróun námsins. Svo framundan að bjóða upp á valkost á að hafa þetta sem aukagrein en það býður frekari tíma fyrir útfærsluna. Ég vil líka minnast á að enn sem komið þá í boði launað starfsnám og hvatningarstyrkir. Það ekki ljóst hversu lengi þetta verður áfram en fyrir þá nemendur sem að hefja nám núna í haust þá þetta enn í gildi. Það að segja vettvangsnám á loka ári 50% starf sem telst fullgilt vettvangsnám og svo hvatningarstyrkir verið að vinna lokaverkefni. Ef þið hafið spurningar þá hafið endilega samband, til dæmis á netspjallinu á hi.is, með tölvupósti á mvfs@hi.is eða í síma og svo hægt að spjalla beint við núverandi nemendur á MVFS. Og umsóknarfrestur 15. apríl. Hlökkum til að sjá ykkur.